Þorsteinn F. Sigurðsson, framkvæmdastjóri stjórnlagaráðs. Nú 18. ráðsfundur stjórnlagaráðs á morgun og síðari umræða drög að nýrri stjórnarskrá. Hvað í raun og veru að fara að gerast á þessum fundi? Á fundum á morgun þá munum við fara yfir öll ákvæði stjórnarskrárinnar eða frumvarpsins eins og þau líti út fyrir dag, samþykkja þau eða hafna hver og einn fulltrúi. En samhliða því að fari þá yfir þessar tillögur frá nefndunum sem að þær eru með í meðhöndlun frá fyrri umræðu. Má búast við miklum breytingum á þeim drögum sem nú liggja fyrir? Þær verða án efa einhverjar, hversu miklar veit ég ekki ennþá. Hvernig það þriðjudagur á morgun, hvað býst þú við að þessi síðari umferð vari lengi? Ég ímynda mér að hún verði nú fram á miðvikudaginn, jafnvel fram á miðvikudagskvöld. Og hvað tekur svo við eftir það? Þá má segja að formleg störf ráðsins þeim sé lokið og þá tekur við svona bakvinna við að útbúa frumvarpið í endanlegri umgjörð. Og hvernig verður það afhent? Það verður afhent forseta Alþingis á föstudagsmorguninn. Væntanlega bara ákvæðin til að byrja með og síðan kemur greinargerðin þá í framhaldi af því. Viltu eitthvað spá fyrir svo með framhaldið? Já, ég efast ekki og vonast til þess að móttökurnar verði góðar og það fái þá umfjöllun og meðhöndlun sem að fulltrúar æskja og vonast til að verði. Að þetta fari til þjóðarinnar síðan og verði endanlega samþykkt sem ný stjórnarskrá Íslands. Nú ert þú búin að vera að starfa við þetta verkefni frá því í haust. Hvernig hefur þetta verið? Þetta náttúrulega bara búið að vera afskaplega mikið ævintýri og gífurleg hamingja að hafa fengið það tækifæri að fá að taka þátt í þessari vinnu, kynnast þessu fólki og fara yfir þessi verkefni með þeim sem að þau eru búin að takast á við. Og hvernig finnst þér hafa tekist til? Ég nokkur ánægður en það svo sem ekki mitt endilega að meta það en ég held að hafi tekist afskaplega vel til og þjóðin geti verið mjög ánægð með þann afrakstur sem að af þessari vinnu kemur.